Rakel, en í Hamri í dag þá spurði ég svona yfir leikmannahópinn hver ætlar að skora í dag og þú var svo eina sem var réttur upp hönd. Er þetta bara spurning vilja? Já, alltaf það ekki. Meðan Matti kannski skildi ekki hvað sagði sko, en hún setti eitt líka. Ég held að sé einmitt það, hún ætlaði að skora líka en hún skildi mig ekki. Já, það getur verið. Hvað gefur þessi sigur ykkur og kannski þér líka að ná að sitja 2 í dag? Þetta gefur okkur bara aðeins meira sjálfstraust. Ég meina, þetta er búið að ganga frekar illa hjá okkur. Þannig að þetta gefur okkur ekkert nema sjálfstraust og bara, nú verður það að halda áfram. Og talsvert mikill munur á liðinu fannst mér á milli fyrri og seinni hálfleiks. Þeir komu svona ákveðnari og gekk betur að skapa eitthvað færi í seinni hálfleiknum, spiluðu betur. Hvað sagði Hlynur? Já, hann tók hérna dalti duglega á okkur í hálfleiknum og fengum bara að heyra það. Þannig að það gekk. Og bara bjartsýn á framhaldi? Já, verður maður ekki verið það bara. Takk. Hlynur 2-1 sigur á móti 3-1 sigur á móti Aftureldingu fyrirgefðu. Hlýtur að vera talsverður léttir en samt svolítið erfið fæðing með að við svona gang leiksins. Já, ég er alveg sammála því sem þú vorst að segja. Það var erfið fæðing, það var erfitt að skora þetta fyrsta mark og ég held svona á tímabili að þetta væri svona einn af þessu dögum sem ekkert myndi ganga í því en sem betur fer að þá komið 3 mark í dag. Viltu svona aðeins vanta þolinmæði í að láta boltan ganga í fyrri hálfleiknum en svo kom bara gjörbreytt lið í seinni hálfleik eiginlega. Hvað sagður í hliðinu? Ég lét hans heyra í mér í hálfleik en við töluðum líka um það að það er oft betra að spila á móti vindi og það býður upp aðra möguleika og ég held að eins og þú segir, við heldum boltanum betur og áttum flott á seinni hálfleik. Ekki það að fyrri hálfleikur hafi verið lélugur en við fengum á okkur eitthvað, þú veist, enn eitt aulamarkið og eftir fast leikatriði og þetta er eitthvað sem við verðum alltaf að stoppa þetta, það er erfitt að vera alltaf að elta. Þú er búin að gera, má segja, svona athyglisverðar breytingar á liðinu, bæði taktískar og svona stöðulega séð hjá einstaklega leikmönnum. Er það allt saman þaul hugsað hjá þér eða er þetta, má segja, neyðin kennir nögtum þjálfara að spinna? Nei, þú veist, ég er bara að kynna stelpunum og Ég er náttúrulega bara hreint fólk. Já, ég sé alveg fullt af möguleikum í stöðunni og við erum enn að móta leik okkar sko. Úr horni og stóðum okkur En það kannski stendur það sem ég skrifaði daginn, þjálfari sem þorir, það er það sem að gengur svona þegar sumari líður. Já, en við þurfum samt að ég má ekki vera sko hringla allt of mikið, það gengur ekki upp en verjast vel og eigum fullt inni. Komin á beinibrautina? Já, við erum komin á beinibrautina. Til hamingju. Já, takk.